Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi, síðla vetrar. Það að fara að koma vor, það langt í vorið ennþá. Það klukkan 8 á Rauðaborðinu á Samstöðinni, þá erum vanalega að segja fréttir hérna, þegar við vorum með svona tilraun það í haust, en við erum lagt það til hliðar núna. Við erum svona óvissa fjárhagsstöðu stöðurina til lengri tíma. Við sjáum hvað setur, en við fáum hingað fréttamenn samt, þótt að við séum ekki með fréttir. Björn Þorláks og Sigurður Magnús, velkomin. Það náttúrulega, ekki stærsta fréttin í dag, hérna það sem að Kveikur kom með í gærkvöldi, frásögn af uppkominna drengja sem höfðu verið settir í vist í Bakkakoti. Já. Mjög sláandi þáttur og miklar hetjur sem þarna stígu fram og sögðu sína sögu. Vel gert hjá á Kveik, vel framleiddu þáttur og góður tónn og andi í honum allan hátt, en svolítið sláandi og sömuleyti þetta nálgast okkur alltaf í tíma þegar við vorum að ræða Breiðuvík og eitthvað fleira, þá var svona það heldur við þetta kannski aðeins að nokkuð segði það, þá var svona þetta tilirði einhverjum gömlum tíma sem að væri liðinn og nú væri við allt öðruvísi. Nú erum komin ansi nálægt okkur í tíma. Það sé eitthvað sem sagði þetta, sko, það eru 10-15 ár þangað til verður flett ofan einhver sem er að gerast núna. Það er það sem hann að hugsaði. Þetta er náttúrulega hrikalega sláandi, svo líka gerandinn sé þarna kona. Við erum svona óvanari því, er það ekki? Við þekkjum það nú alveg, sko. Já, en svona, það var til þess að kannski stuða einhverja enn meira. En það er mikið sjaldgæfara, sko. Já, þetta er sko, það sagði einu sinni við mig sálfræðingur, ég ætla ekki að nafngreina hann því ég held að það hafi verið 2 manna tali. Hann sagði því er oft haldið fram að við Íslendingar sem svo rosalega góð við börn, við erum það ekki, sagði. Ég er alveg saman að því. Og það er bara líka reynslaði og ég hef svona hugmynd sem að við alltaf vita af þessu svo sem, sko, bara frá því ég var barn. Og ég man að löngu áður en að þú og fleiri fjölluðu Breiðuvík, að þá var maður alltaf að maður hefði heyrt stráka sem hefur verið í Breiðuvík. Og þá var svolítið svona öðruvísi litið á málinn í blaðamennsku heldur en varð seinna. Og þá var það þannig að það var ekki hægt að fjalla um þetta nema maður fyndi 2 sem voru til frásagnar sama atburð. Og þegar maður kannski hlær fólk að þessu þegar ég er að segja þetta, sko. En þetta voru leikreglunum þá. Blessunarlega að þá með einhverju svona þegar fórnarlöpin stíga fram og segja sína eigin sögu og eiga rétt á sína eigin sögu, að þá breytist þetta og þá opnast möguleiki til þess að segja miklu fleiri sögu heldur en áður var sagt. En samt bara smúið þannig að þú byrjar kannski bara á einum. Þannig var ég að á DFF. Já, en ég er að vísa til þessi til svona í kringum 90, ég man að þau vorum á pressunni og eintaki og svona. Talaði fyrsta að þá bendir hann á aðra, sko. Já, en reglan var svo að þú þurftir að fá staðfesta frásögn af sama atburði frá 2 ólíkum heimildum. Ég man, sko, vandi eins er ekki frétt. Manstu þetta þessu? En af þeim sögum að þá var þetta ómögulegt, sko. Sama átti við öll þessi linnulausu kynferðisbrot, þar sem voru bara 2 frásagnar og annar gerandi, en blessunarlega erum við komin út úr þessum tíma. Þannig að fórnarlömb, að samfélagi hefur breyst, blaðamennskan hefur breyst, þannig að við erum til í að hlusta á frásögn fólks. Fólk fær aftur bara fær að segja sína eigin sögu, sem að eins og manni fannst þetta að vera einhvern veginn að maður verið alltaf að gera rétt á þessu tíma og svona, það sömurinn þá tilyrði maður, sko, kerfi og beygði sig undir það sem að raunverulega hélt þessu sögum frá, sko, því að það var ómögulegt að segja frá kynferðislegri misnotkun með gömlu reglunum, sko. Nú er ég að hugsa maður. Ég hef nú sagt frá þessu áður að ég fór og skoðaði bara umfjöllun á tímarit.is nauðganir og það var svolítið sláandi ferðalag, sko. Þá sá maður það fyrst bara sem fréttir rangar ásakanir, svona í Mánudagsblaðinu, að kona ásaka mann nauðgun og eitthvað svona. Svo byrjar að koma frásögnir í erlendu fréttum af nauðgunum notað í hernaði með skipulögðum hætti. Og svo byrjar að koma frásögn af konu sem hefur verið nauðgað og þá er það nafnlaust, myndlaust, frásögn svona eins og harmur sem lendir okkur einni mannesku. Og það er ekki fyrir að vera mjög nálægt 1990
sem að allt í einu koma 3 svona viðtöl í röð sem er náttúrulega allt önnur uppstilling heldur en að vera að ræða við eina konu að þá allt í einu kemur ljós að þetta er félagslegt vandamál sem að þær verða fyrir og síðan gerist þetta bara svo hægt sko. Og þetta ég er náttúrulega kannski orðinn gamall maður, ég veit ekki en þetta er að sumuleyti breytingar sem að verða til á meðan að maður er að vinna í blaðamennsku. Þessi ótrúlega ég held þetta sé með stæðstu menningabyltingu sem að ég hef upplifað. Hvernig fórnarlömb, ofbeldis, konur og börn hafa fengið rödd. Það er annað sem er dettur í þessu samhengi að muniði hvað barnaverðarnefndir voru heilagar. Það mátti aldrei fjalla mál þar sem hafði verið trúnaður barna og afskipti barnaverndar yfirvalda og það hélt klífiskildi yfir ákveðinu ofbeldismenningu og þöggunarmenningu. Við brjótum þetta. Ég man það var til ákveður sem ég held ég að vera eintaki og Morgunpóstinum að þá tóku við viðtöl við fólk sem hafi verið svipt börnum. Og þá sögðum við bara að þetta er svo frekleg innrás ríkisvaldsins eða sveitafélagsins inn í líf fólks að það verður að fá að tjá sig. Við getum ekki beygt okkur undir það að það megi ekki tjá sig að þetta sé trúnaðarmál og barnavernd ætlar ekki að svara eða það að þau séu að kasta kastljósinu á börnin sem að geta ekki tekið ákvarðanir. Ég man alveg eftir þessu, við tókum bara ákvörðun það að þetta er svo yfirgengilegt, þetta er svo mikið, þetta er mesta inngrip sem að hægt er að hafa nema bara fyrir utan aftöku að taka við börnin. Og við verðum bara að gefa þessu fólki bara rödd og við gerðum það kerfisbundið. Það voru nokkri blaðamenn sem voru bara í þessu í nokkuð misseri. Ég man eftir einu rosalegu máli, fréttamáli sem að ég var í sennilega 1997. Þar var einhver formaður barnaverðarnefndar sem var sjálfur með fósturbörn og misnotaði að minnsta kosti 1 þeirra. Og það tók langan tíma að ná þessu fram og það var rosaleg umræða á ritstjórninni meðal annars út af því að þarna það var mjög mikið talað að ef við myndum segja þessa frétt þá myndi það varpa rýrð á allan trúverðuleika og eitthvað svona þeirra manna í svipari stöðu. Þetta er alveg rétt sem þú segir. Kerfið var svo víggirt og við blaðamenn náttúrulega hluta af þessu kerfi að það þurfti alveg ofboðslega mikið til að sprengja þetta upp. Og kannski er það ekki ennþá orðið, Það var líka eitt sem að táðu okkur alltaf gerði erfiðara fyrir því. Þetta er alltaf lokur réttarvöld. Við fáum aldrei nöfn eða maður þurfti að hafa mikið fyrir því, En það sem að breyta þessu er fólk sem stígur fram og segir síðan sögu. Muni geti myndinni Spotlight Kastljós, myndi að heita á íslensku. Í Boston Globe, þar sem eru að rannsaka kynferðislega glæpi presta kaþólsku kirkjunnar. Og með þetta ótrúlega velgerð mynd vegna þess að maður gæti haldið að hetjurnar væru blaðamennirnir sem að voru í þessu og sumuleyti stóðu þessi vel. En það kemur fram í myndinni að Boston Globe hafði þaggað yfir þessu máli áratugum saman og hópurinn sem eru raunverulega hetjurnar eru fórnarlömbin sem höfðu þá í 20 ár reynt að koma þessu í gegn. Meðan ekki lögfræðingurinn hafði verið í óttalegu Kveruland og eitthvað svona og fólki allt meira og minna brotið en hélt áfram að segja sína sögu að þetta er náttúrulega hetjurnar sem að breyta þessu. Að því að sumuleyti þegar við erum inn í kerfinu, inn í blöðunum, þá erum við að hálfu leyti hluti af kerfinu. Þetta er svo, þú veist, eins og hver blaðamaður fyrir sig getur verið unnið með fórnarlömbunum, en við erum alltaf inn í kerfi sem að tilheyrir einhver leyti, náttúrulega mismunandi, hvort þú setja á svona meginströmsmiðli eða ég nefndi pressun og eintaka sem að við vorum bara götublóði. Og svo fengum við að heyra að við verum að velta okkur upp úr soran. Alveg, og frá blaðamannum. Það dundi frá öðrum blaðamannum líka. Það dundi á manni. Vinnulaust. Varslan gegn þessu var alltaf bara ekki síst á meðal blaðamanna. Ég er að rifja upp í hugunum svona mál, þetta var mjög svona það var erfitt, en samt mátti maður aldrei tilheyra kerfinu, blaðamaður má það aldrei það er alltaf verið á móti valdinu og alltaf gestur verið á móti valdinu
Já, en þetta flókið, sko. Við erum alltaf líka að yrkja inn í svona almenna umræðu og þar eru svona ákveðnar reglur og eitthvað svona þannig að þetta ekki alveg eins og við erum aldrei alveg frjáls til þess að segja bara, þá verðum við bara að fara heim og yrkja ljóð eða skrifa, þannig að við erum alltaf að yrkja inn í svona almenna umræðu og það eru ákveðið eins og þetta er svona ákveðið stefnumót þegar maður hittir lesendan þá verður maður að vera innan einhverja marka sem hann reiknar með sko. Maður er ekki algjörlega frjáls en mér fannst þetta stórkostlega vel gert hjá Kveik í gær og ég er ekki alltaf að hæla Kveik en það koma svona 2 þættir á ári sem eru outstanding og Já, og ég vil ekki gera kröfu það sko. Þau eru það mörg hann í ritstjórninni ég vildi fá sko 1 í mánuði sko sem er outstanding. Já, nei, sko þetta er hérna, þau eru mörg og þau eru aðra hvora viku bara í vetrarmánuðina. Þannig að það við verðum að gera mjög mikla kröfu til þeirra. Og svona þættir sem það stóðust í gær. Og svona þættir hafa mikil áhrif í okkar nágrannlöndum í hérna, hvað heitir hann, Grensin eða eitthvað sem er í Svíþjóð og þetta eru sterkir þættir. Og einu sinni var hérna sín með svona þætti sem heitir Kompás. Það sem við settum mörg mál á dagskrá. Já, eldu menn og stóðu og voru svona hérna það inn í Kompás var þátturinn sem að, eða ekki, sem að var hérna Kristi Hrafnsson var með. Jú, þeir viltu á sér heimildir. Nei, en ég er að tala hérna, eða var það þegar það var enn á RÚV, það sem að voru að fjalla morð Bandaríkjamanna í bandaríska hersins, þyrlu árásin. Það var RÚV. Var það RÚV? Kristinn Hrafnsson drap næstu í Óðinn Jónsson, fréttastjóra, þegar hann kom með það skúp. Hann var náttúrulega svo stórt fyrir kerfin svo RÚV. Og örugglega margir aðri fréttastjóra hefði bara hendi út á borðinu. Þetta var svo mikið vesen, sko, þeir vissu hvað það myndi þýða. En hérna, Kompás, ég vann að þessu Kompás. Ég var reyndar búsettur á Akureyri, en ég gerði slatt af innslögum fyrir Kompás með Jóa og Kristjáns og Kristni og ég man nú ekki að hver þetta er kannski 2005-06 eða eitthvað sluðis en þá er farin svo nýja leið í sjónvarpi að hérna, ég gerði þetta aldrei sjálfur fyrir norðan en þeir sem sagt þá komu fram tálbeitur og menn viltu á sér heimildir en svo var alþekkt í rannsóknarblaðamennsku þá nágrannlandana en hafði ekki verið gert hér og menn lögðu allt undir í þessu, það voru bara öll líffærin hérna lögð undir og þetta tímabil er alveg spriklandi tímabil blaðamennsku sko og hugrekkis og maður svona saknar aðeins allra neistana sem að voru hérna þegar það rifja upp ykkar straumhvörf og hérna hvernig er blaðamennska stödd í dag? Ég held að Kompás, ég held ekki þátt í að setja Kompás, eitthvað tengt svona NFS og það vantaði eitthvað svona angur þátt á móti til að sömurlítið var maður að finna út annað og ég man að þetta var svona ákvörðun til þess að reyna að halda upp í svona eðlilegu svona ákefð og stemmingu á ritstjórninni. Það var flókin tími sem að það er flókið að halda út í fjölmiðlum, sko. Já, það er líka sko. Það er til dæmis bara í bankasölumálnu þá hérna er Sigríður Dögg blaðamaður á Fréttablaðinu og hún fékk þann tíma sem hún þurfti sko. Það var það burðugt tá. Hún fékk bara þann tíma sem hún þurfti sko. Já. Það sem bara heyri í henni hljóðið svona frá degi til dags svona. Þetta var mjög sjaldgæft. Reyndar þegar við vorum saman á DF þá gat maður alveg sko losnað undan öðrum málum ef maður var að vinna í ykkur stóru sko. Það var mikil skilningur fyrir því. Á 9. áratugnum. Já, ég segi það var mikil skilningur á því. Já. En maður var náttúrulega að skila ykkur því að maður myndi ekki fá það næst tíma það kem ekki með ykkur. Já, það gæti líka stundum ertu bara, nærið ekki alltaf árangri. Það var ágætisritstjórn en hún var ekkert fjölmenn, ég held að við erum 7 í innlendu fréttum. Sko. Það var ekki stærri en það. Sko. En Sigurjón, af því það er umræða það að hérna, það hefði þurft að bjarga sumum börnum frá barnaverndar yfirvöldum og frá þeim stöðum það sem að hérna, börnum voru valdir. Þú sagði mér áður en við settust hérna svolítið merkilega sögu þar sem Davíð Oddsson kemur við sögu. Já,
Þú láta hann flakka? Já, þetta er svona eftir minni, ég minni þetta bara mjög vel, sko. Það var þannig að hálfsystur Davíðs, yngri, voru á, þetta ekki Lækjarkoti hérna, voru Lækjarkoti og þetta er sem sagt, þá Davíð bara úlingur og Hrafn Kulluson vinnur hans líka og Davíð hafði þungar áhyggjur af þessum systri sínum hann og þeir fóru eitthvað 15 ára eitthvað og stáluðu þeim þeir frelsuðu systurnar og fóru með þær og földu þær niður í kjallara í húsinu sem að Hrafn átti þeim í og svo kemur doktor Gunnlaugur, pabbi Hrafns, kemur hann heim doktor í lögum og þeir segja hann frá þessu, sko, hvað hafi gert og hann fer í málið og það verður til þess að þær fari ekki aftur upp yfir, sko. En Davíð vildi ekki fyrir nokkurn mun segja okkur þess að sögu, alls ekki. En ég hef heyrt hann áður. Já, hún var í devaf. Vegna þess að systir hans sagði frá. Já, sko, Valgerður, sem eldri, ég man ekki hvað hinn heitir, Valgerður Rúnarsdóttir, hún sagði, nú vill hann ekki segja söguna, þá geri ég það. Já. Þá kom hún til okkur og sagði en átti ekki að setja þig á Breiðvík líka? Jú, mamma stoppaði bara á síðustu stundu. Jú. Það var bara þannig, það var bara átök í stofunni heim og Seljavinum, mamma og barnaverndarmaðurinn. Ég rifjaði þetta upp að því að það var eitthvað að skrifa þetta, að hann hefði sloppið við Grímur Atlason. Og setti ég það inn að mamma hefði, það var ráðist á hana og sumuleyti þetta náttúrulega að vera ráðist á foreldrana. Og það sést líka í því til dæmis að það aldrei eftirlit með börnunum þegar þau eru farin. Þeim alveg saman börnin. Þetta ótrúlegt. Aðalatrið bara að taka börnin af þessu pakki sem annarkot á fátækt. Ótrúlegt. En það var hérna, sko, þetta var svona ýmsar sakir, sko, en eitt var það að ég var að teika strætó og tek ekki eftir að það lögga og hann ríf, þetta var hérna á Meistaravöllunum, það var keyrt, sko, bara frá Bræðraborgarstíg yfir Hringbraut og það var svona brekka þarna á Meistaravöllunum og löggan grípur í mig, hann að ég dett og þá dettur hann líka og húan lendi á toppnum, sko, og fór niður þetta brekkuna, lögguhúan, hann að við erum að fara saman, hann hélt í mig og meðan að fór að sækja húuna sína. Átti þetta að kosta þig, vistu? Nei, þetta var, sko, þetta var ekki eitt, sko, en það var, ég var enn og aftur reikin út tíma í Melaskólanum og mér littist, ég var mjög pirraður, þannig að ég fór niður í Kringluna sem fötin eru og skúlpur og skór og ég rugglaði þessu öllu saman. Þannig að þegar að skólinn var búinn, þá fundu krakkarnir hvergi skóna sín og úlpurnar og ég var búinn að alveg bara setja þetta bara í múlinest og þá var skólastjórinn mjög reiður. En hann middi mig, sko, einu sinni, hann middi mig, hann hendi mér utan í hillur, svona hansætur svo skrifstofunars og það kom maður hérna og ég sagði aldrei frá þessu, ekki heima, sko, ekki. En þetta var bara svona, þetta er bara svona. Það voru morðtilræði gagnvart börnum í Mývatnssveit og í stöku tilvikum kennarar og það þurfti kannski 7-8 drengi til þess að losa kyrkingatak kennara á nemanda. Það voru blóðnasir gefnar fyrir hortugheit í starffræði tíma upp við töflu ef einhver nemandi sem síðar kom á daginn hafði bara alltaf verið lesblindur eða eitthvað svoleiðis. Ef hann réð ekki við einhver dæmi. Skólabörn voru sett í lestina á skólarútunni. Þar sem töskur eru alla jafna gendar. Og drengir komu engar, litlar. Drengir komu út ælandi og örvilnaðir og frá slíku ferðalagi og þegar ég minnist á þetta, sko, þegar ég nefni þessi tilvik úr sveitinni, þá ég ekki að segja að allt hafi verið þannig. Nei. Því auðvitað voru kannski 90% af öllum samskiptum allt í lagi. En það var bara gengið svo rosalega langt í ofbeldi gagnvart börnum þegar skapsmunir hinna fullorðnu bara leitu til þess að það voru engin mörk og þetta er eitt af því sem að mér finnst að þurfa að gera einhvern veginn betur upp
Já, Við höfum að skoða bara, við höfum náðu okkur árangri í kvennabaráttu, baráttu samkynniðra og fatlaðra og hvað stöndum við í frelsisbaráttu barna, þannig að þau séu að mannhelgi þeirra sé virt. Einmitt, ég held ég sem ennþá bara til Við erum stutt kannski, erum við bara ekki alveg komin langt, sko. örgulega víða, sko, mjög báborið, sko. og bara öll ferða, allir krakkarnir sem voru sendir í sveit alla þessa áratugi á þess að nokkur vissi í rauninni hverjar aðstæður þeirra voru, allt kynferðisofbeldi sem að stelpur urðu fyrir þegar þær voru sendar í sveit. Nú erum við með... Við vorum saman í bíl í Skagafirði og þá var ég að segja þér frá sumrunu sem ég var í sveit sem var skelfilegt alveg og þá þú svo ungur, sko, þú ert bara eitthvað 15 ára eitthvað leys og já, eitthvað 15-16 ára og við erum að keyra þarna og þá spurðu mig, getur ekki séð þetta? Og ég keyri að bænum, ekki svarið eitthvað, að þá varst þú úlingurinn, þá fórst þú að gráta, sko. Þegar sást sviðsmyndina sem ég var búin að vera að segja það frá. Og þetta var svo umurlegt, sko. Það var farið svo illa með mig. Það fengu allir gos með matnum á sunnudöguna með ég. Og svo... Nei, það að minnsta. Það var eitt í þessari ferð þegar ég var 15 ára. Þá sagði hann frá því að alltaf hefur laus stund og þá var hann sendur út að reynsa grjót úr túninu. Já, sem átt að gera... Með járnkalli. Já. Og þegar við komum þá var ég 15 ára, ég hef verið 5 ára þegar við komum að sækja þig. Þannig að 10 ára seinna, þá var járnkallin ennþá á sama stað hann skildi við hann. Þannig að hann hafði verið í svona algjörlega tilgangslausu verki, bara að þræla vinnu. Já. Bara til þess að losna við hann með farmalköpp svona traktor og kerru, svo ég að burða þessu grjóti úr það sem átti að vera eitthvað nýrekt, sko, en kannski játtkallið minn að ennþá og svo var 300 á bænum og einn var mjög svona, ég og Lappi, hann var yngstur, við vorum miklu vinir, hann fór með mér allt og svo hef ég áhyggjur að þessu þegar þau kom að sækja mig og ég hef ég samlega áhyggjur af Lappa, sko að ég hafa vondu við Lappa og ég spyr, má ekki taka Lappa með mér? Þá sagði hann, nei, leið út farinn fer ég mér til hlöðu og skítan. Þetta er sadismi. Svona, einhver leiti samfélagi þannig að þetta ræktar upp í fólki, sko. Því að við erum með samfélag og við getum verið með samfélag sem ítir undir það góða í fólki. Við getum líka verið með samfélag sem ítir undir það slæma í fólki. Þannig að auðvitað þetta satisti sem að gerði þetta. En að einhver leiti þá hafa satistarnir meiri áhrif í samfélagi að okkur tekst ekki halda upp einhverju mannúð í samfélaginu. Og núna erum við með börn, það sem mikið af börn af erlendum uppruna. Sem að tala kannski ekki íslensku og fá ekki stuðninga heiman og eru með veika stöðu og við vitum að ofbeldi er meira það sem að valdahlutdeildin eru meiri og það sem að hluti barnanna er þannig að þau eru óæðri í hugum ýmsa og með þess að fólk sem er bara inn á þingi að það er gróðrastía fyrir aukið ofbeldi, aukna kúgun og einhverju hrylling og þetta verða sögurnar sem að við munum heyra eftir 10-15 ár það verður það hvernig er umgengistu þessi börn sem að koma kannski inn í skólastofu eiga að fá okkur að kennslu, fá enga kennslu við bara ekki talið að þessi bara hlutverk kennarans eða hann getur það ekki eða eitthvað, eða kerfið bara býður ekki upp á það þannig að ég, eins og í öll tilfelli þess að svona þættir koma fram, þess að hetjuna stíga fram, uppkomið börn og er að segja frá þessu, þá vonar maður til þess að þetta verði einhverja vakningar að við horfum á hver staðan er í dag. Hvað hétt hann hana vörðurinn á Hótel Sögu, þannig kynferðisglæpamaðurinn? Ég vann með honum. Já. Ég man ekki hvað nefnir. Það skiptir ekki máli. Það var frægur barnanýðingur sem var dæmdur. Við skrifum það líka að á Kumbarói þá fekk hann bara að koma. Hann fekk bara að koma og laukalausum hala. Þetta er frægt mál, sko. Hvað heitir hann aftur? Leifur eitthvað. Leifur. Karl Vignir. Já, Karl Vignir. Sko, þá held ég að vera 11-12 ára, þetta verður 72-3 eitthvað. Já. Þá fer ég að vinna sumrið til þess að Piccolo og Hótel Sögu. Já. Og ég kem hann bara að vinna og kemur ykkur kona til mín og segir þetta er hann, Karl Vignir, hann er yfirmaður ykkar, Piccolo hana. Ekki fara einn með honum í lyftu. Þetta var forvarnirverk af því. Og vissu allir hvað hann var að gera. Rosa. Ég var svo heppinn að vera svona stór
Þannig að hann bara... Hann lágvaxinn, þú hefur verið... Nei, hann bara þorði ekki í mig einhverju hætti. En ég man eftir einu sinni, þá var ég á svona seint að kvöldi og þá kemur einn strákurinn sem var svona ungur, eldrauður og frá honum. Og svona í sjálfu sér vissi ég að það hefði eitthvað gerst, sko, en ekki nógu mikið til þess að svona geta orðað eða rætt þetta við hann eða brugðist við með einhverjum hætti. En þetta var bara viðurkennt. Bara henda börnunum í bannanniðinga. Jú, ég man eftir einu menningareinkenni sko, sem bara, hann bara ræður ekki við sig. Hann ræður ekki við þetta og málið ágreitt. Bara sko réttur hins fullorðna, sérstaklega hann hafiði völd. Hann var svo mikill að ótrúlega mörgum málum var bara eitt með þessu. Hann bara ræður ekki við sig. Hugsið ykkur. Heimspekina sem felst í þessu gagvart börnum. Alveg ömurlegt. Vonandi verður þetta til einhverjar umræðu sem að verður breyta einhverju. Því miður hefur þessi umræðu hingað til ekki gert það. Já, ég meina þessi þáttur í gær, hann allavega búin að breyta kynningu á þætti með róttökum hætti. Við höfum aldrei átt að aðra eins kynningu heldur á þessa. Nei, við ætlum að fara að tala að Seðlabankinn hækkaði ekki stýrivexti. Það ekki fréttaksins. Já, en svo þegar við sjáum þeir borið saman stýrivextir í Evrópulöndunum sko. Við erum nánast eins og sko Belarus og Úkraína. Þetta svo ömurlegt sko. Þetta kom mér ekkert sérlega óvart. Ég var að leika mér að því þegar við ræðið eitthvað, ég sagði að það myndi lækka vexti. Já, spáði. Og að því að það svona hluti af kynningunni hjá honum það að raunverulega við að sigla inn í samdráttaskeið og það væri alveg stjúpid að hækka vexti. Og hann segir að stór hluti að þessu séu stjórnvaldsaðgerðir sem eru einskiptisaðgerðir svo kallaðar. En ég veit ekki, kannski verðbólgan náttúrulega skrítin og það getur verið að sé eitthvað svona afl í henni, en ég er frekar á því að við séum að sigla inn í frekar dapra tíma sko. Já, ég þarf ekki. Tímasetning, ég ætla að ræða við Höllu Hrund í þættinum á eftir og tímasetning og framkvæmd í rauninni þessara kerfisbreytingar með akstursgjaldið hún rosalega vond, segir Halla Hrund og sko á þessum viðkvæma tíma núna fólk, það margir að velta fyrir sér af hverju lá svona á þessum viðkvæma tíma að þröngva þessi gegn núna áramótin, það sem að augljóslega á þetta sinn þátt. Einu svörin sem að ríkisstjórnin hefur sagt að þetta aðgerðið sem að fyrirverandi ríkisstjórnin hafi verið að undirbúa og við kýldum á. Þetta bara löngu þeirra til þess að koma í gegn einhverju sem hinir hafðu gert af því að þau eru verkstjórnin. Af því að það svo, hugsa ekki, við ætlum að gera þetta. En eins og staðan núna og vegna þess að verðbólgan dansar eiginlega við mörkin á því að kjarasamningur sagt upp að þá ætlum við ekki að gera þetta núna. Gerum þetta kannski eftir þetta ár. Alveg eins og, ég meina, Kristúr sagði þetta alltaf að gera eitthvað í sambandi við verðbólgun eftir eitt ár. Verðtrygginguna eftir ár. Eftir ár. Þannig að í sjálfum sér ekkert svona, þú veist, þetta ekki eins og það hafi verið bara himinn og jörð að farast. Nei. Þetta náttúrulega skiptir ríkissjóði einhverju máli því að það er að leka út tekjur þannig að það komi bensingjaldinu eftir því sem að fleiri fara yfir á rafbílana. Þetta til höfuðs rafbílunum og að þeir fái að göturnar frítt á meðan hinn greiða. Herðu en allar Hrund að bjóða sig fram sem formann Framsóknarflokksins? Það starf verið laust? Sko, ég fekk hann eiginlega til mín til þess að ræða við hann forystu kreppu Framsóknarflokksins og þessi mál og spyr hann einmitt að því. Ekki í dag, og hún segist ekki alltaf að gera það, en henni finnst ólíklegt að þriðja framboði komi, en samt einhvern veginn það einhver tilfinning í mér. Framsóknarmenn vita alveg sjálfir að þingflokksformaður og varaformaður Framsóknarflokksins ekkert að fara að lyfta grettstæki með hann að flokka áfram. Þið sáðu könnunina í borginni í gær, það engin, úr 4 fulltrúum í engan, bæði Halla Hrund og Sigurður Ingi horfin á Suðurkjördæmi sem þingmenn með að við nýjustu könnun þetta alveg ömurlegt sko. Og sko það vitaði allir að ég veit ekki hvort Halla Hrund gæti bjarga Framsóknarflokknum en það væri möguleiki en sér maður að fyrir sér að Ingibjörg Ísaksen eða Lilja Alfreðs bjargi Framsóknarflokknum. Maður getur náttúrulega aldrei sagt alveg nei sko því að það er til eitthvað svona fólk getur svona vaxið upp í hlutverk sitt. Jú. Ég held að það sé á stóra málið þegar kosið í febrúar að Sigurður Ingi víki að þingi sko. Já, við erum ekki með draug inni sko.
manni sem var formaður í þessari ofbóðslegri niðursveiflu, að hann siti ekkit ennþá í hópnum. Já. Bara game over. Ég get alveg tekið undir þetta. Ég held að það geti verið eitthvað. Haldið En hvort það er nóg, ég veit ekki. Haldið að hann hafa erfið áhrif á hópin. Nei, við reyndum þetta nú, það gekk ekki. Já, svoleiðis, sko. Heldur þú þannig? Krakka mínir. Þú veist, þetta er ekki En hún segir, hún Hallarhuld, Ég haldið þetta sé svona auðvelt. en Hallarhuld segir að það hafi ansi margir bara að tala við hann og maður heyri þetta bara út í bæ. Eftir að Willum sagði nei, af persónulegum ástæðum, þá heyri maður þetta, það er bara bullandi kreppa þannig. En hún var hérna fyrir ykkur mörgum mánuðum og þá var alveg þverð. Algjörlega. Mæstu ekki að þessu? Jú, svo kannski margir tala við hana síðan og talið einu hugkvarfi, við vitum það ekki. Nei, það gerist oft. Herðu, þetta verður spennandi að hlusta á þetta viðtal. Þú ert líka hérna, með fastagjast, myndi ég segja, hérna áfengisfröms. Það er Árni Guðmundsson. Já, við gerum aðeins upp tiltekna þætti í læknadögunum sem að hverfðust skaðlega áhrif áfengisneyslu og sérstaklega hvað Íslands samfélag er núna á fullu í því að gera það sem var áður abnormalt normal. Samanber það áfengi og börn og íþróttir og allt þetta er bara allt saman. Þetta þótti ekki gott fyrir nokkrum árum en nú er semst allt það sem áður var abnormalt, það er verið að markaðsöflin er að halda því á okkur þess. Aðalfréttina sem við fáum að heyra er að fólk hafi ekki frelsi til þess að selja áfengi í póstverslunum á aðfangadag, er ekki þannig einhvern veginn? Þetta er að búast nú allavega haus. Löggan ætlaði bara að banna mér að hafa opið hérna á aðfangadag. Það var á vorkina því fólki. En það gleymist að skaðsemi áfengis. En Árni er ekki á vorkina því, sko. Nei, en það er mikil skaðsemi áfengi eins og komið fram á læknadögum og það er engin læknir eiginlega í dag sem að mæli með því að fólk drekki bara yfir höfuð. Nei, það er bara þannig. Og læknar eru sem sagt komnir bara mjög sterkir til leiks sem talsmenn gegn áfengisneyslu. 25 ára aldursmörk. Og það er ekki verið að tala þessi 12, 15, 20% sem lendir í rosalegum vanda með áfengi. Það er ekki verið að tala fólki sem lendir í fíkn. Heldur bara alla hina. Sérstaklega fólk sem er komið á kannski okkar aldur. Það á ekki að koma nálægt þessu. Þetta hefur mjög skaðvæg áhrif af nýrun og lifrinna og bara öll innefli og veldur krabbamenni. Svefnleysi og alls konar. Og líka bara alla aðkomundum, það voru nokkri ætlir fyrir aftan mamma. Ég segi þú þetta ekki að vera í svona óhóflegri drykkju og blind fullur allar daga til þess að það hafi skaðleg áhrif. Nei. Það er svolítið, ég man eftir breska læknastéttin og heilbrigðisstéttin að ég held að verið á tímum svona Blair eða Brown að þá átti að endurskoða eitthvað áfengislöggjöfina því að þeir eru náttúrulega í stórkostlu vandræðum. Já, þeir eru ekki með bannor, heldur voru þeir skattlegðu sterkt áfengi burtu, þannig að verkalýðurinn hann gat bara drukkið veikan bjór og þetta er sama og Danirnir voru með. Þannig að þeir drukku bara grönn og það allt saman sem eru bara bjór upp á kannski 3%. Og þetta var þeirra áfengisstefna og svo kemur nýfrjálshyggjan og þá förum við og fjölgum áfengisútsölustöðum en þeir hins vegar lækka þessa skattlagningu. Þannig allt í einu hafa allir aðgengi af mjög ódýru áfengi alls staðar og það veldur alveg gríðarlegu vanda í Bretlandi og bara skorpuliður hjá bara úlingum og hryllilegt og ég meina því að við nú komum til Bretlands að bara miðbæðir í Bretlandi allar þessar hugmyndur það að vera með svæði með ekki vera of langt, með ekki vera of stutt á milli pub og svona, þetta er allt svona bresk fræði sem hafa bara mist miðbæina sína niður í svipa ástand og var hérna niður í bæ sem er bara vera á sunnudagsmótni á veðumari yfir ælurnar þetta er allt frá Bretlandi. En þeir ætla að endurskoða áfengisstefnuna og það er komið til fundar og það mæta læknarnir og svo segja þeir hverjir eru þetta? Já, þetta eru kráareigandurnir og þessir. Þetta eru þeir sem að reka bruggverksmiðjurnar. Ætlist þið til þess að við setjum mótum áfengisstefnu með þeim, sögðu þeir og gengur burtu. Þannig að þetta haga aðeins að tala þess að bara þið hlustum ekki á þetta. Þetta eru menn sem þetta er eins og hvað hefur bara að hafa fíkniefnasalarinn eða hliðina að vera að tala hvernig við ætlum að reka meðferðina. Hvað er rugl þetta? Þetta var fyrir nokkrum árum. Herðu, en ég ætla að vera með Trump-tíman í dag, það er miðvikudagur. Koma til mín Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur og Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi og Sveinn Máni Jónesson sem er doktor í sagnfræði í svona
eiginlega bandaríski svona nýrri sögu. Það er nú margt að ræða Trump. Hann að kasta því upp að kannski að taka yfir stjórn kosninga sem hafi verið á fylkjónum og sýslunum til þess að hann geti stjórna sjálfur kosningunum. Það batnar alltaf. En það er svona frekar dauft yfir hún þess að dagana. Ég er alltaf að reyna að horfa á þess að næstu daglegu fundars og með svona frekar dauft yfir honum. Ég held að hann upplifi það að hann hafi ekki alveg sama stuðning og kraftan og hann hafði áður. En það er óeiningin í republikaflokknum og maður sér að líka svona andstæðingar hans hafa meiri svona kjark. Ég veit ekki hvort þau fylgdust með Grammy-velunum, þar sem allir komu fram og töluðu gegn ICE, nema okkar kona Laufey talaði gegn niðurskurði í tónlistarskólanum í Íslandi. Já, og við ætlum líka að fjalla um það. Já. Og það komu hérna 4 góði gestir sem allir hafa mjög mikla reynslu af því að kenna á hljóðfæri. Þetta eru Hallveig Rúnarsdóttir, sópransönguna og Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Örn Kristinsson, píanisti, stofnandi Allegro skólastjórans og hérna frábær píanókennari og svo hérna í 4. lagi, hverjum er ég að gleyma? Ég er að gleyma henni Freyju, hérna Gunnlaugs, sem er skólameistari MIT og klarinettuleikari. Og þau koma sem sagt hingað að rauðaborðinu og ræða íslenskt umhverfi gagnvart listum, hvernig það var, hvernig það er og hvernig það gæti orðið. Við ræddum aðeins tónlistarskólana í gær í þættinum íslenska menningu. Já. Þar kom nú ansi myrk mynd sem að dregin upp. Já, hér hafa orðið sko mjög hraðar og vondar breytingar á skömmun tíma og það eru fári ræðar. Já, við erum að kasta gríðalegu menningaverðmætum á blæ. Já, það er bara þannig. Og svo er líka búið að kasta út úr námskrá, sko þrátt fyrir að námskrá grunnskólana segi að það sé lögbundið, að það skulir hafa tónlistar menntun, ég man ekki hvað þetta kallast, tónlistar eitthvað, fræðslu, þá er hún ekki. Og þeim hluta skapandi greina sem að hérna sannarlega eru til umræðu hérna, þeim hefur bara verið hent út af borðinu, alveg vinstri hægri og enga hún á bara í vök að verjast hjá sveitarstjórnar yfirvöldum víða og hérna þá er ég að tala um hljóðfæranám og þegar við heyrum Laufeyju þarna á Grammy eins og þú nefndir hérna talum að árangur hennar væri ekki sprottin upp á tilviljun, heldur væri hún afurð hins blómlega samfélags sem hefur fóstrað Laufeyju með menntun og góðum innviðum, þá sér maður það alveg að þótt ráðherrarnir okkar getið slegið sig á tyllidögum og sagt já við erum æðisleg að hérna við viljum hafa þetta svona áfram. Það hefur verið að grafa undan þessu. Já, maður sér það bara. Og þetta ætlum að ræða. En má ég koma hérna að ég er fullkomlega laglaus maður og fátt vissi ég leiðinlegri æsku heldur að söngtímar í skóla. Já. Þeir voru ekki búin til fyrir þig, þeir voru búin til Já, ég var svo alltaf sitja þannig. Já, það lítur til alveg að sitja og við fáum Víking Heiðar og við fáum Laufey og við fáum Sinfoníuna sem er frábær og við fáum alltaf stórkostluðu tónleika. Jú, en þetta var alveg pínasamt. Ef þú segir í dag ég er laglaust, þá hugsa ég að mögulega fengir eitthvað úrræði að minnst kosti innan sumra skóla. Heyrðu, ég skal segja sko, Jakob Frímann er með mér í liði, ég sendi á RÚV hugmynda af sjónvarpsþætti. Hann er ekki með þér í liði vegna hann tók upp umræðina frá Laufeyju og var einmitt að tala að taka undir það að við verðum eigum ekki missa tónlistarskólana og mér er alveg sama þótt þú hafi verið laglaus í söngtímum. Nei, býttu, ég leið mér að segja bara meiri verðmæti heldur en það. Ég ætla að segja söguna að sko ég sendi til RÚV, það voru sko hugmyndar dagskrárefni og þá var að laglaus í kórinn. Eru 8 laglýsingar og það væri hlutverk Jakobs að fá okkur til að halda lagi. En ef við ekki halda bara tónlistarskólanum gangandi og kannski ef það vel gengur þá fyrir við kannski yfir í laglausakorinn. Nei, mjög hugmyndir frábærin. Já. Þetta er hérna, ég hef stundur reynt að tala við svona borgarfulltrúa og fleiri þetta og mér finnst það engin skilningur á þessu. Við höfum að hafa þetta á dagskrá fyrir sveitstjórnarkosningarnar. Mér finnst bara, mér finnst engin sem ég hef talað við, stjórnmálamaður, sem átta sig á þessu hvað er að gerast. Nei. Þurfum að gera betur. Þetta eru sko gríðarlega, það er verið að eyðileggja eitt svona fallegasta sem við byggum til á síðustu öld, sem er svona hugmynd Gylfa Þ. Gíslasonar að byggja til tónlistarskóla og allir hefðu aðgengi að því. Við erum að missa það. Við erum búin að missa námslónakerfið. Það er fátækt, fólk sem er að gera fátækum heiminu tekur ekki námslónaleikur. Fyrir litla sem enga peninga,
Sko það var næstu í hvert einasta barn í Mývatnssveit sem að læriði, þegar tónlistskólinn þar var stofnaður, þá fóru eiginlega öll börn og prófuðu að læra hérna músík og þetta kostaði eiginlega ekki neitt. En núna þá kostar þetta augun úr. Og það kom fram í gær hjá Þórhildur Þorleifs, hún sagði að barn hennar sem að æfiði annars vegar fimleika og hins vegar væri tónlistanemandi kostaði 500.000 á ári. Það þarf þá 700-800 krónur í laun til þess að afla bara fyrir þetta hjá einu barni. Og þetta segir sér sjálft að við sitjum uppi með efnahagslega stéttaskiptingu og mismunun. Sem eitur í sjálfum sér, en líka við töpum náttúrulega þeir sem hefðu geta notið sín í tónlistanámi geta það ekki. En við missum það líka út úr tónlistunni lífin okkar að við sitjum uppi með tónlistafólk sem kemur allt úr sama ranni með einhverjum hætti. Og við missum bara, þú veist, við til dæmis munið ekki eftir svona krútkynsluðinni og allri þeirri tónlistasenu sem kemur kannski svona upp úr síkurmálunum og eftir það. Þetta var allt sama krakkar sem voru sko með langtíma menntun úr tónlistarskólum. Já. Þannig að sömuleyti svona það sem sérstakt við íslenska tónlistar kultúrin, popkultúrin og allt sem frá tónlistarskólum. Við fyrir lengi. Þið ætla að ræða það á eftir. En þakka ykkur fyrir og Pétri Fjellsteinn fyrir að taka upp og senda út en ykkur sem mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breyta þessu samtala okkur fjölmunum. Minni á að allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðu.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráð fyrir grunnáskriftinni 2750 krónur. Það eru margir sem að gera það þessa dagana sem að vilja styðja samstöðuna. Ef þú vilt borga meira þá máttu það auðvitað og því sem kjósi getur átt áskriftin að renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið, það mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo tekur Donald Trump völdin. Ég heiti Vala Kristín og ég trúi á samkennd, gleði, þakklæti, von, örlæti og frið. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.